Góðan daginn og... Sofía, hafðu þráðlausa mæknum bara. Góðan daginn. Og takk fyrir boðið. Ég heiti Sofía og er eins og sagði taxistjóri fiskeldis hjá Matvælastofnun. Og ég ætla að fjalla aðeins lagalegu hliðina og reglugerðina í kringum rekstrarleyfi til fiskeldis. Við erum að tala flokk sem að Matvælastofnun tók við af hjá Fiskistofu fyrir stund síðan. Og hjá stofnuninni starfar líka dýralæknir fisksjúkdóma sem sér eftirlit því tengdu eða einblína meira á rekstrarleyfishluta núna. Og ég veit ekki hvað þekkir vel til leyfisveitingaferlisins í fiskeldi, en það fara stuttlega yfir það. Þannig að ef að til stendur að hefja fiskeldi, það þarf að tilkynna þá framkvæmd til Skipulagsstofnunar. Og þar ákveðið hvort framkvæmdin sé háð umhverfismati eða ekki. Og þegar sú niðurstaða liggur fyrir, hvort sem framkvæmdin háð umhverfismati eða ekki, þá þarf að sækja rekstrarleyfi í kjölfar, rekstrarleyfi og starfsleyfi. Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi og Umhverfisstofnun gefur starfsleyfi. Þau tvö leyfi sem þarf til að reka fiskeldi. Og þegar sótt rekstrarleyfi, umsókn skilað inn gagn á heimasíðu Matvælastofnunar og með umsókninni þurfa að fylgja ítarlegar upplýsingar rekstur, framleiðsla lífmassa, staðsetningu kvía og ýmislegt fleira, auk viðeigandi fylgigagna. Og þau orðin ansi ítarleg, þau fylgigagn sem þurfa að fylgja með. Og áður en leyfi er gefið út, þá getur Matvælastofnun ef þess talin þörf leitað umsagna til Fiskistofu, Veiðimálastofnunar, Hafrannsóknastofnunar og viðeigandi sveitarfélags. Og alla jafna gildistími útgefinna leyfa 10 ár. Og Matvælastofnun vinnur eftir lögum nr. 71/2008 fiskeldi og markmið þeirra laga að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis. Þess að þetta orðið mjög mikilvæg starfsgrein á landinu og skilyrði til uppbyggingar þurfa að vera góð. Þau stuðla líka að ábyrgu fiskeldi og markmiðið að tryggja verndun villtra nytjastofna. Og út frá lögum 71/2008 var skrifuð reglugerð 1170/2015 sem leysir af hólmi reglugerð 401/2012. Og með nýju reglugerðinni fylgja stórauknar kröfur og ég vil helst minnast á núna að kröfur varðandi búnað hafa aukist mjög mikið. Og öll nýju leyfi þurfa að fylgja NS-staðli, þetta staðall í Noregi sem krefst þess að allir búnaður sé vottaður og það tekið mið af umhverfisaðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Þannig að það tekið tillit til allra strauma og markmiðið að lágmarka líkur á slysasleppingu. Og verklagið líka rosalega mikilvægur þáttur í því ferli. Þannig að öllum rekstraraðilum líka skylt að vera með gæðahandbók þar sem haldið utan allar verklagsreglur og viðhaldsáætlanir á búnaði og þjálfun starfsmanna og viðbrögð við slysasleppingum tekin fram í þessa bók líka og þar á skrá allar úrbætur og viðhald og halda utan innra eftirlit og sannprófun á því. Og eftirlit með fiskeldi í höndum Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar. Og Matvælastofnun sinnir eftirlitum fyrir þessar tvær stofnanir, að það fer á staðinn fyrir þessar tvær stofnanir og tekur út hverja stöð fyrir sig. Og Umhverfisstofnun sér mengandi hluta starfseminnar og þá haldið skil á skráningum og mælingum og metið ástand viðtaka og gerð almenn staðar úttekt á meðan eftirlit Matvælastofnunar snýr meira að búnaði og verklagi, auk þess sem rekstraraðilum skylt að skila inn framleiðsluskýrslu á hverju ári, þannig að það haldið framleiðslumat líka. Og það metið þannig að ástand búnaðar farið yfir verklag og skráningar, auk fleiri þátta. Svo þegar dýralæknir fisksjúkdóma líka í eftirlit á þessu stöða líka. Og við erum núna að vinna í því að auka eftirlit og við að vera að bæta út starfsfólki. Það búið að ráða starfsmann frá Matvælastofnun sem verður staddur á Austfjörðum
hann byrjaði í gær. Þannig að hann mun sjá austurhlutann. Svo búið að auglýsa stöðu fyrir starfsmann á vesturhlutanum. Þannig að, já, eftirlit verður meira. Og, já, það það sem ég var að segja í bili. Já.